Nú, þá var þetta fyrsti fyrirlestur í viku 4 og við erum komin í kafla 2-4, þessast í fyrirlestarnótum, og nú ætlum við að skoða aðferð til þess að leysa hliðraðadeildajöfnur sem heitir aðferð og ákvarðaðra fasta. Ég noti yfirleitt nafnið ágiskunir aðferðin út af öllu þessum R-um hérna og ákvarðaðra fasta, það er velt að mismæla sig, en þetta er líka ágiskunir aðferð. Og byrjum á sýnidæmi 2.6 í 2.4 og leysum þessa hérna deildajöfnu. Hreinlega með að reyna að giska á sérlausn. Það var rétt að rifja upp hver hugmyndin er sem kom fram í kafla 2.1, en hún er svo að við höfum deildajöfnu þessu formi hér. Við höfum línulega, venjulega annars stigs deildajöfnu. Á þessu formi hérna, epsilon tvímert pluss p af x í mert pluss q af x jafnt og eitthvað f af x. Og skilyrðin voru þau að p, q og f varu samfelld föll. Þau voru, við getum aðeins fundið lausn á einhverju opnu bili þar sem þau eru öll skilgreind, þar að segja svona sneiðmengi formengja þeirra og í ákvæðast af því. Það sem að þetta snýst er að reyna að finna eina lausn sem uppfyllir hægri hliðina. Það er svona, við getum ofta reynt að taka það sem skref 1, við getum líka tekið það sem skrefi sem við tökum eftir við erum búin að finna jafnvægislausn þegar þetta er 0. Síðan meir sjáum við að það borgar sig að finna fyrst jafnvægislausnina því að við notum grunnlausnina til þess að finna sérlausnina. Það er næsta aðferð sem skoðum. En núna skulum við fyrst bara einbeita okkur á því að reyna að finna eitt fall sem að uppfyllir svo jöfnu. Sem sagt, við ætlum að reyna að viljum finna eitthvað fall, köllum þau epsilon p, partikúlar. Það er raungilt fall og ég átt að segja raungilt fall af einni raunbreytu. Svona, það er það sem hugmyndinu venjulega deildajöfnu snúast þess að fall af x, sem er þannig að ef við stingum því inn í deildajöfnuna, þá kemur þetta út. Að epsilon partikúlar önnur afleiða mínus 4 sinnum fallið sjálft verður nákvæmlega hægri hliðin. Gördum þetta bara f af x. Hér er f af x. Og svo þegar við höfum fundið eina lausn, ef okkur tekst það, þá verður almenna lausnin, þetta er ekki upp á skildisverkefni, þá verður almenna lausnin því, hún verður síðan jafnvægislausnin, epsilon homogén eða h, en þá skoðum við tilvikið því að þetta er 0, pluss epsilon p. Þetta verður síðan almenna lausnin, allt í lagi. Leggjum þá í hann. Og nú þurfum við bara að velta eins fyrir okkur hvernig fall epsilon er þannig að ef maður deildar það tvisvar og leggur það síðan mínus 4 sinnum við sjálft sig, þá fáum við annars stigs margliðu. Þurfum að horfa á formið. Þetta er annars stigs margliða og eftir smá umhugsun þá getum við aðeins velt fyrir okkur allt í lagi, ykkur upplýsingar fólgnar hér í hægri hliðinni. Þetta er annars stigs margliða. Þannig að allavega kemur hér 4 sinnum er skynsamlegt að prófa hreinlega annars stigs margliðu. Allt í lagi, ef við fylgjum þeirri hugmynd eftir, ef í er sem sagt í partikúlar eða í sérlausn, ef að hún er annars stigs margliða, svo deildum við hana, þá fáum við línu, og ef við deildum síðan línuna þá fáum við fasta. Það er allt í lagi, annars stigs margliða og fasti, summa þeirra er áfram annars stigs margliða. Þannig að það er ekkert óskynsamlegt að giska á að ef að sérlausnin er annars stigs margliða, að þá fáum við
lausn. En auðvitað vitum við ekkert hvaða anastismargliði það er, þannig að það er eðlilegt að hafa stuðlana A, B og C við almenna anastismargliðu og ákvarða þá og reyna síðan að athuga hvort við getum fundið þá. Ég ætla að prófa, kannski þarf ekki eitt númer, þetta er bara spjall. Svona. Og þá ræðst ég verkefnið. Ég ætla að prófa anastismargliðu sem lausn. Og við vitum ekki hvað A er, eða B, og C, en þetta er almennasta form regnbogans. Prófa þetta og þá sjálfkrafa náttúrulega verður í P merkt af 2ax plus bx og við deildum tvisvar, þá fáum við 2a. Þetta er jafna línu og þetta er fasti. Og þessi lausn verður náttúrulega uppfylla deildajöfnuna svo að við setjum inn upsilon af P þarf að uppfylla deildajöfnuna í tvímerkt mínus 4 í partikular, þannig að það verður að koma út 8x í öðru mínus 2x, það er að segja f-ið, já. Svona, og þá gerum við nákvæmlega það og við erum komið með þetta, 2a, sem sagt við verðum að hafa 2a mínus 4 sinnum okkiskunin, ax í öðru plus bx plus c verður að verða 8x í öðru mínus 2x. Til leið. Það er það sem við erum að segja. En ég ætla þá bara að byrja á að einfalda vinstri hliðina og sjá hvaða stuðlar raðast upp við x í öðru. Og við sjáum þá að vinstri hliðin er, einbeitum okkur bara henni, fáum 2a mínus 4ax í öðru mínus 4b x mínus 4c. Nú er búin að margfalda upp úr svígum og svo ræða ég, þetta er mínus 4a x í öðru. Það er það sem stendur við x í öðru og mínus 4b stendur við x mínus 4bx og svo pluss 2a mínus 4c, það er fasta liðurinn. Og þetta á að vera 8x í öðru mínus 2x og setjum hérna sinnum 0x í 0. Og sem við skrifum þá ennilega sem 1. Og nú getum við bara borið saman stuðla. Við verðum að hafa að mínus 4a er 8. Við verðum að hafa að mínus 4b er mínus 2. Og við verðum að hafa að 2a mínus 4c er 0. Og stundum er þægilegt ef þetta verður eitthvað flóknara að hreinlega skrá hér stigmargliðunar eða einliðunar sem að stuðlarnir standa við. Þannig að hér verður að hafa mínus 4a verður að vera 8. Og það stendur við x. Mínus 4b verður að vera mínus 2 og stundum þegar maður er að gera kröfu setjum maður svona upprópunarmerki fyrir ofan og það sem stendur við x í 0 eða bara 1, þá höfum við að 2a mínus 4c verður að vera 0. Og á þessari hérna jöfnu þeirri efstu sjáum við beint að a verður að vera
8 deilt með mínus 4 sem er mínus 2 og þá komið og finna a-ið og á næstu jöfnu þá sjáum við að b verður að vera mínus 2 deilt með mínus 4 sem er hálfur. B verður að vera hálfur svona og c-ið 4c verður að vera sama á 2a, það þýðir að 2c verður að vera sama á a. Það þýðir að c er helmingurinn af a, svo að c er mínus 1 helmingurinn af a hérna. Og er það ekki, ef við setjum a jafnt og mínus 2 inn, þá er þetta mínus 4 og hérna fáum við mínus 4 sinnum mínus 1 sem er 4 og mínus 4 pluss 4 er 0, þetta passar. Svo að við segjum að þá er y sérlaust af x, til að skrifa fyrst a x í öðru pluss b x pluss c. Það er að segja y sérlaust verður að vera mínus 2x í öðru pluss hálft x mínus 1. Og svo vil maður þetta vera vissum að þetta sé rétt svona áður en haldið er áfram og þá er gott að hafa græjurnar og við getum hreinlega bara athugað, sannprófa og það er að segja að ég vil náttúrulega hún uppfylli kerfið, þannig ég ætla að deilda tvisvar og við y mert í p er mínus 4x pluss hálfur deilda aftur, y tvímert er mínus 4 og svo verður að gilda inn í kerfið. Stundum kalla maður línulega deildajöfnur eða ólínulega deildajöfnur eða deildajöfnur kerfi. Það er kerfi sem þau eru uppfyllt og þá fáum við hvað p tvímert mínus 4 sinnum p er þá mínus 4 mínus 4 sinnum þessi mínus 2x í öðru pluss hálft x mínus 1 sem er jafnt og mínus 4 mínus 8x í öðru mínus 2x pluss 4 margfalda bara búið svegum að einfalda og hérna fáum við að fjarkarnir liðast út og hérna fáum við villu, þetta er mínus þetta er 4 þetta er sem sagt 8x í öðru mínus 2x er það f af x-ið 8x í öðru mínus 2x þetta passar nú þessi hérna jafna er þá sérlaust en þetta, já. En það er náttúrulega líka hér undirskilið 0 þannig að það er það sem að ólíðraða jafnan segir að við getum sett hér inn fall sem eru ekki 0 sem gefa 0 það er segja jafnvægislausnina og við þurfum alltaf að finna hana líka og það var þessi hérna umræða við getum líka fundið fall sem gefa 0 allt er í jafnvægi og síðan er þetta í partikular eða sérlausnin hún gefur þennan lið og
við höfum nú yfirleitt þessi kerfi okkar í þessu námskeiði, þau eru annars stigs og línuleg, að P-in og Q-in P-in og Q-in eru fastar af því að við ráðum svo vel við þær jöfnur og við leysum næst, finnum hliðralausnina og leysum deildujöfnuna í tvímert mínus 4 í jafnt og 0 og hliðralausnina, jafnvægislausnina. Svona, og hvernig gerum við það? Við setjum upp kennijöfnu og hún er r í öðru mínus 4, hún verður að vera 0 og þetta er fljótlist, við getum bara notað samangangareglu. Við sjáum allavega að eigingildin eru R1 jafnt og sem mínus 2 og R2 eru 4 og svo má náttúrulega alltaf nota þessa hérna jöfnu við ef þetta verður eitthvað snúnara. Mínus B pluss mínus rótin af D deilt með 2a. Hér er B 0. B er 0 í þessari jöfnu. A er 1. C er 4. C er mínus 4. Þetta er B í öðru mínus 4 að C. Og þetta er þetta út. R1 og R2. Þá er grunnlausnin. Hún er í, ætlum að ræða hann upp í vigur, við getum alveg haft hérna, hann er fallað vex ef við viljum. Hann er þá í 1 af x í 2 af x, númerið þetta svona, og það er þá e í veldinu mínus 2x og e í veldinu 2x. Jafnvægislausnin er þá grunnlausnin sinnum fasta vigur sem inniheldur liðina C1, C2. Við erum að þessu til þess að venja okkur við það hvernig við myndum fórrita þetta. Þetta er í bilt, þá röðum við virunum upp sem línuvegur, hann heitir í 1, í 2 og þetta eru föll af x og hér setjum við upp vigurinn með óákvarðaðu föstunum, C1, C2 og svo þegar við notum fylgja markvörðum þá fáum við auðvitað það sem máttu vona á. C1 sinnum I1, C1 sinnum I1, ég ætla bara að skrifa hvað I1 er. E í veldinu mínus 2x pluss C2 sinnum I2 pluss C2 sinnum E í veldinu mínus, pluss 2x. Þannig að þetta er komið. Þá er almenna lausnin, þetta er ekki uppaskildisverkefni, þá er almenna lausn á kerfinu, bara innlega þetta orð smátt og smátt, kerfinu í tvímert mínus 4 í sem er 8x í öðru mínus 2x fallið phi af x sem er jafnt og sjáum við því hérna alltaf á þessu formi hér
jafnvægislausnin plús sérlausnin. Og stuðlarnir koma bara hér á jafnvægislausnina. Og ég get þá bara að skrifa þetta beint upp. Þetta var þá C1 sem e-veldinu mínus 2x pluss C2 sem e-veldinu 2x pluss, nú man ég ekki lengt hvað það var. Hérna, mínus 2x í öðru pluss hálft x mínus 1. Þetta sérlausnin. Mínus hálft x í öðru mínus 2x pluss 2x pluss 2x mínus 1 punktur eða komma. Þetta gildir fyrir allar rauntölur. Sjáum það á formúlunni. Það er engar skorður af því hvað x má vera. Og við sjáum það náttúrulega líka hér á kerfinu. Það er engar skorður af því hvað y má vera. Næst skulum við líta á sýnidæmi 2.7 í kafla 2.4 og nú á að leysa þessa deildujöfnu hér. Við skulum greina hana snöggvast. Það er annars stigs, venjuleg deildujöfna, hún er línuleg og með föstum stöðlum. Það er gott, það er auðvelt að leysa þær, auðvelt að finna grunnlausn. En hún er hliðruð, segir maður. Hún hefur eitthvað f(x) sem er ekki 0 og að leysa þetta með ágifskunaraðferð. Og að setja hérna fyrst upp hvernig við leysum jafnvægislausnina. Við stillum upp kennimargliðunni í tvímert. Við settum e-veldinu rx inn í kerfið og þetta datt út, þá við þurfum að leysa þessa jöfnu. R í öðru, mínus 5r og 6i. Og þetta verður að vera 0 og þetta er nú auðvelt að þátta í 2 sviga. Og samkvæmt 0 þáttareglu þá verður r að vera 2 til þessum 7 felt. Þess að það er bara fyrir eigingildið og r jafnt og 3 með þá seinni eigingildið. Þá vitum við að grunnlausnin er 2 föll, e-veldinu 2x og e-veldinu 3x og jafnvægislausnin er línuleg samantekt af þeim. C1 og C2 eru óákvarðaðir þeir fastar. Það skulum við einbeita okkur á því sem við ætlum að fá út í dæminu. Það er að reyna að giska einhvern veginn skynsamlega á fall sem að uppfyllir þessi hérna jöfnu. Og hvernig á maður að nálgast þetta? Allavega við höfum eitthvað epsilon. Við höfum eitthvað epsilon sérlaust. Og það er ágætis hugmynd að segja að það hljótur að sín 2x í þessu falli vegna þess að sjáum að í allavega einhver hluti af því að það birtast hér á hægri hliðinni. Og ef við deildum sínus þá fáum við kósinus, þannig að við ættum að sjá kósinus líka í þessari ágiskun. Og svo ef við deildum bæði sínus og kósinus þá fáum við sínus og kósinus. Þannig að það er ekkert að því að segja að epsilon sérlaust ætti að innihalda allavega sínus á 2x og kósinus af 2x. Nú það kemur það í ljós ef að kósinusin er ekki með að við setjum stöðul hérna við kósinusinu verður þá sjálfkrafa 0. Reikningarnir myndi gefa okkur það og b hér er 0 ef það er í alvörunni ekki sínus í jöfnunni. En við prófum þetta
svona og sjáum hvað gerist. Þetta þá sem sagt ágiskun. Og ágiskun sérlaust á forminu í P er A cos 2x plus B sin 2x. Og við þurfum að setja hann inn í kerfið. Þannig að okkur vantar fyrstu afleiðu og aðra afleiðu. Og við reiknum þá fyrsta afleiða. Og deildum við kosinus og fáum mínussinus. Og svo deildum við innrafallið og fáum 2. Og þá fáum við mínus 2a sin 2x. Plus, og deildum sinus, þá fáum við kosinus. Deildum innrafallið, fáum við 2. Það eru komið 2b hér. Og kosinus af 2x. Og önnur afleiða. Og það sama sagan, deildum sinus, þá fáum við kosinus. Þannig að við hefum hér, og svo deildum innrafallið, fáum 2. Og svo margföldum þetta allt saman og fáum þá, þá komið hvað, mínus 4 og a og cos 2x. Og svo tökum við seinni liðinn, deildum kosinus og fáum mínussinus. Deildum innrafallið, fáum 2. Þannig að það er mínus núna, mínus 4b sin 2x. Og svo viljum við að skrifum það kannski næsta skref, þetta er ágiskunin. Við höfum kerfið. Við viljum að í P tvímert mínus 5. 5 í P mert plus 6 í P verði mínus 3 sin 2x. Svona. Og verkefni er þá að reyna að finna A og B, þannig þetta gerist. Allt í lagi, þetta er tilraunin, þetta er krafan sem við setjum og þá er að raða inn, fyrst þetta. Mínus 4a cos 2x mínus 4b sin 2x. Hvað svo, og svo er það mínus 5 sinnum, mínus 5 sinnum afleiðan, fyrsta afleiðan, það er hérna, rauðan þíinn, mínus 2a sin 2x plus 2b cos 2x og svo fallið sjálft ágiskunin, sem kemur 6 sinnum fyrir, plus 6 sinnum a cos 2x, a cos 2x plus b sin 2x. Svona. Og skulum við veiða. Þetta á að vera jafnt og við skulum fyrst finna allt sem stendur við cos 2x. Og hérna er allavega mínus 4a plus 2b plus 6a. Það skrifa þetta niður. Já, mun eftir að margkvældin í svíkana. Mínus 4a, það þá mínus 10b. 2b sinnum mínus 5. Og hvað er nú meira? Og hérna 6a, já. Plus 6a. Þetta stendur við kosinus af 2x. Og það sem stendur við sinusinn, það er mínus 4b
og mínus 5 sinnum mínus 2 sinnum a, þetta er 10a bara, pluss 10a og hérna 6b pluss 6b, b sinnum sínus af 2x, já. Og þetta á að vera mínus 3 sín 2x. Og þetta á að vera mínus 3 sinnum sínus af 2x. Það var kannski gott að stilla bara upp stölum ef við að segja hérna pluss 0 sinnum kósinus af 2x. Leysa það sem stendur við kósinusinn, kós 2x. Vinstra megin höfum við allt þetta hér og það verður þá að vera 0. Mínus 4a mínus 10b pluss 6a verður að vera 0. Og hér höfum við mínus 4b pluss 10a pluss 6b verður að vera mínus 3. Það sem stendur við sínusinn. Þá höfum við mínus 4b pluss 10a pluss 6b. Þetta verður að vera mínus 3. Og við getum nú einfalda þetta. Það er að segja, við höfum þá tvær jöfnur, sem bara jafna 1. Þetta eru 6a mínus 4a, það er 2a, það er 2a. Mínus 10b, það er 0, og jafna 2. Þá höfum við hvað 6b og drögum 4 frá þeirra með 2b. 2b pluss 10a verður að vera mínus 3. Svona, við sleppum þessu. Við veitum, þetta er krafan. Og getum kannski skrifa þetta beinu sinni n. Kannski bara hérna fyrir aftan. Deilum með 2 rastar í gegn, við sjáum þá a hlýtur að vera sama og 5b. Það er sem ekki gert það svona, við skulum aðeins undirbúa okkur fyrir það sem koma skal. Við þurfum að leysa línuleg kerfi í línulegri algebru. B á að vera 0, þetta var jafna 1, þetta er orðið alltaf einfaldara. Og hér er b pluss 5a verður að vera mínus 3 aðrir. Já, mínus 3 aðrir, segjum við það. Og hvernig lesum við þetta? Jú, er ekki bara auðveldast að setja a jafnt á 5b, allt í lagi. Höfum jöfnu 1 að a er 5b og stingu því inn í jöfnu 2, þetta er þess að kemur úr jöfnu 1. Og svo er það innsetning í jöfnu 2. Þannig og þá fáum við í staðinn fyrir a getum við sett 5b. Þá er komið a er 5b. Þá er komið 25b. Þá er komið 26b. Og fáum við 26b eru mínus 3 aðrir. Það þýðir að b verður að vera mínus 3 á móti 52. Svona. Og æð er 5 sinnum stærra. Og æð er 5 sinnum stærra, stendur hérna. Hérna já, a er 5 sinnum stærra heldur en b. Og þá fáum við mínus 3 sem 5 er 15. Á móti 52. Svona. Þannig að þetta gekk upp. Og leysa sérlausnin er
a cos 2b mínus 15 á móti 52 cos 2x og b-ið er mínustala, já, mínus 3 á móti 52 sinnum sinus af 2x, svona. Er sérlaust. Það er að segja uppfyllir kerfið. Tvímert mínus 5 epsilon mert pluss 6 í jafnt og mínus 3 sín 2x. Almenna lausnin, það er kannski loka skref, við skulum bara númerið það líka. 4. Það er almenn lausn, við höfum ekki upp að skildisverkefni. Á kerfinu er fallið phi af x jafnt og sé skildis að muna því þetta er alltaf eins. Það er jafnvægislausnin í h pluss sérlausnin í p sem að verður þá bara að segja phi af x verður einhver fasti, hann er ókvarðaður af því við höfum ekki upp á skildisverkefni sinnum e í veldinu 2x pluss annar fasti sé 2 ókvarðaður e í veldinu 3x og svo pluss þessi tvöföll. Það er mínus þá þau 15 á móti 52 cosinus af 2x mínus 3 á móti 52 sinnum sinus af 2x. Engar skorður á því hvað x má vera. Þá skulum við líta á sýnidæmi 2.8 í kafla 2.4 og nú erum við að finna almenna lausn á þessari deildajöfnu hér í tvímert pluss 2 í mert mínus 3 í jafnt og 8 ekstra og með aðferð og hvað það er að fasta með ágískonar aðferðinum. Og skulum við renna af stað og maður getur byrjað bara að reikna beint af augum jafnvægislausnina og segjum bara stikkorð jafnvægislausnin, finnum hana fyrst. Til að finna hana þá þurfum við að setja upp kennijöfnu jafnvægislausn. Kannski bæti hérna við erum að leysa deildajöfnuna í tvímert pluss 2 í mert mínus 3 í jafnt og 0. Hún er alltaf fólkin hér í þessu. Svona og það er kennijafnan. Hún er r í öðru pluss 2r mínus 3. Að leysa hana jafnt og 0 og það er kannski þægilegast að reyna þáttabeint. Hér er r og ef við setjum pluss 3 hér og mínus 1 hér og markandum upp á svigum þá sjáum við að línan er komin. Þannig þetta er allt jafngilt. Og 0 þáttareglan, hvernig er þetta 0? Það er þegar r er mínus 3 eða þegar r er 1 og jafnan er fyllt. Og það gefur okkur eigingildin, r1 er mínus 3 og r2 er 1. Og nú vitum við þetta að jafnvægislausnin í h af x eða viljum er einhverju fastar sé 1 sinnum e í veldinu mínus 3x. Þetta er þá annar liður grunnlausnarinnar og sé 2 e í veldinu x eða 1x. Hérna, 1x. Þannig að þetta er fljótgert svo sem þeim eru vanur. 2
sérlausnin. Og við munum hvernig þetta gengur fyrir sig. Við þurfum að reyna að finna eitt hvert fall sem að uppfyllir þessi deildajöfnu. Og við sjáum strax að það er ekki óvitlaus ágiskun að við hugsaum í hérna aðeins setjum þetta bara fyrir okkur svona appelsínugult að í ætti að innihalda EX-ta. Það er svona fyrsta hugmynd og svo kannski eitthvað fasti fyrir framann. Þannig að við getum prófað það og það kemur þá allavega héðan. En svo deildum við EX-ta, fáum aftur EX-ta, svo deildum við það og fáum aftur EX-ta. Og ef við stillum staurunum svona upp eins og kerfið segir til það fáum við 0. Þannig að segja EX-ta ómengað gengur ekki upp. Og hvað er þá til bragðs að taka? Við munum útskýra þetta betur síðar þegar við skoðum lækkun á stigi. En við lentum í þessum vandræðum áður þegar við vorum að skoða línlega deildajöfnur, annars stigs með föstum stöðlum. Við vorum með eitthvað svona A, B, Y, mert pluss C, Y, jafnt 0. Þegar við höfðum tilvikið að aðgreinirinn, B í öðru mínus 4AC er 0. Því að þá fengum við að arrið verður tvöföldurót kennjöfnunar. Það er að segja ef við sæjum fyrir okkur fleirbúa sem líti kannski svona út. Það er einhvern veginn svona fyrir þetta tilvík þegar aðgreinirinn er 0, það er engin fjalla hérna frá miðju. Að þá segjum við að mí jafnt og það er alltaf mínus b deilt með 2a sé tvöfaldarót. Því að lausnin verður alltaf á þessu formi hér. X r ætlaði að segja mínus mí eða mínus b deilt með 2a í öðru verður 0. Og til þess að leysa það tilvik þá vorum við með hvað fengum við eina lausn allavega sem var eiginveldinum í x og með því að stinga inn x sinnum eiginveldinum í x líka sem hin lausn sem í 2 þá fengum við að það fall uppfyllti líka deildajöfnuna. Þannig að hér er þetta nú bara það sem prófað er. Hér gengur ekki að nota í veldinu x ómengað. Þannig að við prófum bara aftur sem með brellu að setja x hér. Og svo kannski eitthvað stöðul hér a. Og sjáum þá hvað gerist. Þetta hér er r jafnt og einföld lausn. Þannig að það er eftir ekki öðru veldi við hérna. Þannig að þessi verður ekki hlutagrunlausn. Eða jafnvægislausn nákvæmar. Þess að við prófum þetta. Við giskum sérlausn er sem sagt lausn á kerfinu, ég skrifi þetta y tvímert partikúlar pluss svo tvistur y p einmert og mínus 3 í partikúlar. Þetta verður núna að vera 8 eiginveldinu x. Og við svona látum leiða okkur áfram og við ætlum að giska á að lausnin sé á þessu formi. A x sinnum í veldinu x. Og
Nú eru bara svona fá hugmyndum hvernig á almennt að gera þetta. Því að ef við fáum hér, já, auðvitað eru til þriðastigsdeildajöfnur, það sem deildað þrisvar og í öðru kæmi fyrir sem tvöföldurót hérna. Þá myndi þessi hérna falla inn í jafnvægislausnina. Og hvað gerum við þá? Nú þá horfum maður á þennan tvist hérna og prófar þessa. Og það mun ganga eftir. Jæja. Við erum að prófa þetta hér og þá þurfum við að ganga röðin og deilda. Í P-mert verður þá A, læti þetta óbreytt og deilda í x. En ég fæ AX sem í veldinu x pluss A deilda x og læti í veldinu x í friði, þá fæ ég A sinnum í veldinu x. Og svo geng ég bara röðina og tek aðra afleiðu. Ég ætla að gera eitt. Bara vegna þess að stytta mér sporin. Ég sé það að það sem hérna stendur bara lausnin sem ég byrjaði með. En ég ætla að skrifa þetta aftur bara svona. Þetta svo sem alveg rétt. Þetta hér þetta. Bara hreinlega vegna þess að nú ég fljótari að finna aðra afleiðu. Hún bara í P-mert pluss, já, A sinnum í veldinu x. Og þá svona eiginlega, já, ég get alltaf skrifað þetta þá aftur upp eða fyrir aftan. Þetta þá AX sinnum í veldinu x pluss A í veldinu x og svo alltaf pluss þessi liður. Þannig þeir eru 2 hérna. Og afleiðan hér og svo bætist 1A hér við og þetta verður þá A sinnum x pluss í veldinu x pluss 3A sinnum í veldinu x. Þetta bara svona styttingarbrellur og þetta bara þetta heildabeint. Svo stillum við upp kerfinu. Kerfið. Það skiptum lit. Þá verðum við að hafa í P tvímert pluss, var ekki 2, það var bara gleyminn. 2 í P innmert mínus 3 í P. Röðum minn, þessi ákoma fyrstur og hann kemur fyrir einu sinni. Þá fáum við, ég hef kannski reyna að sjá þetta bara út. Þessi kemur einu sinni og þessi kemur fyrir tvisvar. Þannig að hérna fáum við þennan einu sinni og þessi kemur fyrir tvisvar. Og þrísvar. Ef við prófa svona, sem sagt, þessi kemur fyrir einu sinni, hérna, og tvisvar hér, og komið 3, og svo hann tekinn af hérna. Þannig að allir þessir liðir hér, sem að þeirra verður 0. Og svo tökum við næst þennan hérna lið, hann kemur fyrir hérna, einu sinni, getur komið 3, getur komið 4, svona þá, 3 pluss 4 er 7 og tökum 3 af 4, já. Þannig að þetta verður 4A sinnum í veldinu x þegar maður reiknar. En þetta á að verða 8 í veldinu x. Þannig að A verður að vera 2. Þannig hún gengur upp, ég get notað hana. Þá almenna lausnin. Hún þá phi af x, það
jafnvægislausnin pluss áfallavegs pluss C-lausnin og svo ekki annað raðinn æði 2 og það séum við C1 sinnum E í veldinu öfundum bara eins og þarna uppi mínus 3x pluss C2 sinnum E í veldinu 2x pluss 2x sinnum E í veldinu x okkur skrifa ég 2x þetta bara 1x og ef við viljum þá getum við náttúrulega tekið þetta saman einu sinni enn og sagt phi af x allavega C1 sinnum E í veldinu mínus 3x og svo hefur við hérna fasta C2 pluss 2x það verður þá lína sinnum E í veldinu x svona lærdómurinn af þessu dæmi sá að ef að í hægri hliðinni annað fallið eða eitt af föllunum sem að mynda grunnlausnin hér í og E í veldinu mínus 3x og E í veldinu x þetta fall birtist hér í hægri hliðinni á ekki verið í núllrúminu þessi í núllrúminu þannig að við þurfum einhvern mig langar að kynna til sögunar þægilegt táknmál sem reyndar ekki í bókinni okkar en við erum að skoða deildujöfnur þessari gerð hér í mert pluss í einmert og svo það margfaldað með p og svo höfum við q sem bara fall sem að margfaldast við í þetta kerfið og svo erum við að velta fyrir okkur hvað kemur út kerfið í jafnvægi kemur út 0 og ef ekki var eitthvað fall hérna sem kemur út f af x það til mjög þægilegt táknmál það sem að maður þetta alltaf það sem að gerast þegar við erum með þetta hérna kerfi þá verðum við alltaf að gera þetta við í að það að skilgreina svo kallan deildavirkja hann segir til hvað að gerast og þá frátekið táknmál deildaðu tvisvar pluss deildaðu einu sinni það þetta hérna og margfaldaðu svo með p og að lokum ekki deilda en margfaldaðu með q og þetta væri svo kallað deildavirki fyrir þetta kerfi hérna og maður notar þetta töluvert þegar lengra komið að skilgreina deildavirkja bara hreinlega vegna þess að spara mikið og þá getum við skrifað allt kerfið svona L í F og skulum aðeins sjá hvernig þetta hugsað sem sagt L í hugsað svona og þá setjum við deildavirkjan í annað veldi en þetta auðvitað önnur afleiða deildaðu tvisvar deildaðu einu sinni margfaldað svo með p pluss q og sleppa að skrifa 1 og samtíð gæti að skrifa sér deildaðu einu sinni eitthvað fall í
og næsta skref þetta þá deildaðu í tvisvar plús deildaðu í og margfaldaðu svo með p, fallinu p plús, deildaðu aldrei en margfaldaðu með q. Og hvað þetta? Óháða breytan heitir x, þannig að við erum að deilda með tilliti til x, en okkur svo alveg sama hvað hún heitir. Við erum bara að deilda tvisvar með tilliti til einhverjar óháðar breytistærðar og enda sést það ekki þegar við skrifum þetta hér. Þetta alveg sami rítátturinn, deildaðu tvisvar. Deildaðu einu sinni, margfaldaðu svo með p. Margfaldaðu hreinlega fallið með q. Þannig þarna voru að skrifa upp vinstri hlið deildujöfnunar. Þannig þetta alveg sami hluturinn. Og það sem við ætlum að fara að tala núna svo kölluð viðlegðarregla, principle of superposition, viðlegðar regla. Og hún segir til það að þegar við höfum línuleg kerfi að þá getum við lagt lausnirnar saman. Til þess að skýra þetta eins betur út þá skulum við aftur skoða þetta nákvæmlega þetta kerfi sem við erum að einbeita okkur að núna, þetta hérna. Og við höfum sagt að deildavirkinn fyrir þetta kerfi, hann heitir L, sem var skilgreindur hér áðan. Og ef við setjum eitthvað fall upsilon inn í kerfið og líka eitthvað fall zeta, að þá ætti að koma út L upsilon plus L zeta. Þetta fyrra skilyrði fyrir línuleika. Hitt skilyrði að ef maður tekur fallið í sem við ætlum að setja inn í kerfið og margfalda það bara með einhverju tölu, segjum bara tala, segjum í og kannski eðlilegt að nota sé, af því þetta alltaf einhverju fastar, kvöldum alltaf sé hér í þessum fræðum, að þá ætti að koma út séf út fyrir kerfið og síðan LI. Og það venja að þau eru með línlegt kerfi að þau eru ekki endilega að skrifa svika hér, heldur það bara svona undirskilið. En þetta það sem að svo kallað viðlegðarregla segir og við skulum bara aðeins að reikna. Og hér höfum við að L-ið deildavirkinn að deilda tvisvar með tillit til óháðu breytistærðirnar sem var undir skilin. Deildaðu einu sinni, margfaldaðu svo með p, deildaðu aldrei en margfaldaðu með q. Og ef við gerum núna einmitt þetta, við skoðum bara eitt frekar og segjum bara L af upsilon plus zeta, að það þá, við megum ekki gefa okkur niðurstöðuna, það að setja hér, við þurfum að sjá hún kemur út. Það að segja deilda tvisvar plus p d plus q. Gerðu þetta við þessa summu plus zeta. Og svo framkvæmum við þetta, þá er við að deilda summuna tvisvar plus zeta og svo deilda summuna plus zeta og margfalda svo með fallinu p eða margfalda bara beint q sinnum upsilon plus zeta. Og nú notum við okkur auðvitað eiginleika deildunar bara að ef við deildum summu tvisvar þá fáum við eða skrifa kannski milliskrefin. Þetta hérna þýðir nákvæmlega það að ég á að reikna í tvímert plus zeta tvímert plus deilda, byrja á því, þá er með í mert plus zeta mert. Síðan að ég margfalda það með p, það það sem að svona þetta kerfi og hér
erum við náttúrulega bara með, það er ekki bara margvælt upp á svifum, Q, I pluss Q, Z. Og hér kannski ættu það margvælt upp á svifum, bara beint svona. Þá spörum við okkur eina línu, pluss P sem Z, mert. Og svo röðum við þessu upp, þannig að I-in öll saman og Z-urnar allar saman, þannig erum við I tvímert pluss P I mert pluss Q I pluss Z tvímert pluss P Z mert pluss Q Z. Og fyrstu þríliðirnir eru bara L af I. Og seinni þrír eru bara L af Z. Og svo horfum við hérna á þetta og sjáum, já, þetta er línulegt kerfi. Við höfum reyndar eftir aðtöku seinnaskilyrðið, það er 2, tökum einhverja tölu, margföldum við I og setjum fallið núna inn í þetta kerfi. Nú setja svika, þess að það komið sé fasti. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir, setjum deildavirkjan upp, skýrum við út hvað hann gerir. Hann gerir þetta og við beitum því á fallið fasti sinnum I og þá fáum við D tvímert CI pluss PD CI pluss Q CI og nú notum við okkur eiginleika deildunar að hver liður hér fyrir sig er línulega aðgerð. Ef við deildum C í tvisvar þá fáum við bara C og svo í tvímert. En ég ætla þá bara að skrifa það svona þessu formi. Þetta er sama eða jafngilt því að skrifa í tvímert. Hvað gerist hér? Þetta segir deildaðu þetta tvisvar, einu sinni deildaðu hér einu sinni og þá færðu C í mert. Margfalda svo með P, þá er komið P, C í mert. En C er bara fasti, þannig að við getum tekið hann út fyrir og við hefum þá bara litla P og afleiða í mert. Og þetta er nú gamalkunnugt. Raungilt fall sinnum fasti sinnum annað raungilt fall. Við getum alveg tekið fastan. Hérna vinstra megin allt og skrifað Q í. Og hér er C í öllum liðum. Við getum þá tekið það út fyrir. Þá C. Þá höfum við önnur afleiða í pluss fyrsta afleiða í sinnum eitthvað fall pluss í margfalda með falli Q. Og þetta er nákvæmlega C, L, I, kannski sleppt einu skrefi en það er að skrifa fyrst upp L-ið með I-inu svona og skrifa svo þetta hérna. Og þessi tvö skilyrði eru uppfyllt við munum síðan að við segjum að já, einhver aðgerð, eitthvað kerfi, einhverjir virkjar, línuleiki þýðir, já, línuleiki til dæmis L getur verið deildun, L getur verið heildun, það getur verið línuleg samantekt af mörgum aðgerðum. En nú erum við bara að skoða aðgerðir. Þetta er aðgerðin að deilda. L er hér aðgerðin að deilda tvisvar og leggja við það að deilda einu sinni og margfalda með P eftir maður hefur deildað einu sinni og margfalda síðan Q með einhverjum fasta. Og þetta er jafn meiningarlaust eitt og sér eins og skrifa bara summutá. En línuleiki þá þarf við að setja eitthvað inn í það
skilgreinist af þessum tveimur möguleikum 1 og 2 sem skrifaði báðan að L af tveimur stærðum kannski í 1 pluss í 2 að útkomi L af í 1 pluss L af í 2 og ef við tökum L og margkvældum með fasta hér kannski í 1 að fasting komi út fyrir alveg eins og í heildun og deildun og L í 1 og stundum þetta tekið saman bara í eitt skilyrði sem sagt L af C1 epsilon 1 pluss C2 epsilon 2 og notum við bæði bara í einni jöfnu verður þá C1 L í 1 pluss C2 L í 2 og þá þetta svona 1 og 2 tekið saman 1 og 2 tekið saman Nú, að þessu sögðu þá notum við þetta, ég held að sé alveg gott að segja bara frá því oft er verið að forðast við að kynna táknmálssögunar en nema kannski þegar fólk er mjög vant hlutunum en við sjáum það bara að við kunnum að deilda tvisvar, við kunnum að deilda einu sinni og þetta er nákvæmlega það sem við gerum í hvert sinn sem við setjum eitthvað inn í kerfið og við vitum að við megum alveg smíð okkur styttri tákn og gerum það út í gegnum alla stærðfræði. Allt í lagi, þetta er gamalt eða öllu langt og þetta hér er nýtt og við notum þetta skilgreiningatákn til þess að gera alla hluti fyrir okkur einfaldari. Nei, það ekki. Við skrifum yfirleitt aldrei 3,14, 15, 9, 2 og svo framvegis. Við erum að skrifa pí, við skrifum frekar pí. Til lagi. Viðlega regla þýðir þetta bara að við höfum hér deildujöfnu á þessu formi hérna epsilon tvímert pluss eitthvað fall sinnum í mert pluss q sinnum í að nú eru hér tvö föll f af x pluss g af x þetta er náttúrulega strangt að tekið bara fallið f pluss g ef það tekið alltaf í punktinum x en við höfum hér ykkur tvöfall að sleppa x-onum núna það er alltaf undirskilið að það eru x í þessu að það sem viðlagareglan segir er að við megum nota ágiskonar aðferð á bæði föllin sitt og hvoru lagi og svo megum við leggja niðurstöðuna saman til að leyfa mér að nota þetta hérna táknmál núna að L í að það er F pluss G og ef við getum fundið sérlaust í partikúlar fyrir F þá að þýða þess að þetta L í sérlaust fyrir F að þau setjum hann inn í kerfi þá fáum við F og ef við getum fundið sérlaust partikúlar bara komu hér á milli fyrir G það þýðir að ef við setjum hann inn í kerfið eins og það var skilgreint epsilon sérlaust fyrir G þá kemur út G og af því að þetta er línlegt kerfi að við getum nefnilega þurft að gera þetta í tvennir holum að finna sérlaust og svo aftur sérlaust að ef við leggjum þessar sérlausnir saman epsilon ég kannski hægt að kalla þetta setu og tvöfalt af eitthvað svona en allt í lagi epsilon sérlaust fyrir F pluss epsilon sérlaust fyrir G
út af línuleikarum, þá er þetta hér er eitthvað fall sem við getum þá bara kallað sérlausnina summaðstækja falla. Að þetta verður, já, við megum og sjá og við megum liða upp afleiðurnar eða kerfið í LIPF plus LIP fyrir fallið, hitt fallið G. Og út úr þessu kemur F og út úr þessu kemur G. Sjá, ég líka spara mér heilmikla uppskrift að skrifa alltaf þetta. Hún að skrifa það einu sinni. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að Epsilon P sem er summa tveggja sérlausna, að hún er þá heildarsérlausnin. Það er hún sem gefur alla hægri hliðina. Og við skrifum þetta svona að Epsilon P í X tekin í punkti er F plus G. Það er bara þetta fall í punktinum X. Er þá Nei, fyrirgefið. Epsilon P fyrir F plus Epsilon partikúlar fyrir G í punktinum X. Hún er bara sérlausnin fyrir þetta kerfi. L, I, jafnt og F plus G. Svona. Og best að taka fram L, I, N, U, L, E, G, A fyrir línulega kerfið. Svona. Þá skulum líta á sýnidæmi 2.9 og hér hefur við dæmi fall þar sem við viljum kannski, kosti að æfa þessa hugmynd og nota þessa viðlegðarreglu, principle of superposition. Og við skulum bara byrja á að finna jafnvægislausn. Finnum í homogén. Finnum jafnvægislausn. Það er að segja, finnum lausn í tvímert, setjum bara háið þá hérna með, og gera það kannski ekki alltaf, að þetta verði 0. Og þetta er alveg staðlað, stilla upp kennijöfnunni, finna eigingildin, finna eiginföllin og taka línulega samantætta þeim, komið. Við sem sagt þáttum þessa jöfnu eða finnum bara, finnum núlstöðar hennar, getur skrifað þetta sem R plus 2i og R minus 2i. Kannski ég sýni eitt skref enn sem er kannski svolítið þægilegt. Við viljum alltaf sjá þetta eins sem samhangareglu. Þannig þetta er R í öðru mínus hvað? Já, 4i í öðru. Svona. Þetta er ekki það sama. Jafnt á 0. Og þá sjáum við að þetta er alveg það sama og að segja R mínus I2, R plus I2. Og svo er náttúrulega alltaf örugt að segja gott og vel. Við höfum jöfnu á forminu A, R í öðru plus B, R plus C jafnt á 0. D er mínus B plus mínus rótina D deilt með 2A.
Og hvað höfum við hér? Hér B-ið 0, A-ið 1, C-ið 4, fáum þá mínus 0, pluss mínus B í öðru mínus 4 og C, 0 í öðru mínus 4 A sem var 1 sem 4 og deilt með 2A sem 2 sem 1 og þetta þá pluss mínus rótin af mínus 16 deilt með 2 rótin af mínus 16 rótin af mínus 1 í og rótin af 16 4 deilt með 2 þetta verður þá pluss mínus í 2 eða 2 í og þess að þetta forrita þetta beint svona og þá grunnlausnin þá e í veldinu mínus í 2 x e í veldinu pluss í 2 x komið og í homogén í vilt sinnum fastafigur og þetta sama að segja C1 E1 pluss C2 E2 og þetta C1 sinnum E veldinu mínus E2x pluss E2 sinnum E veldinu pluss E2x svona og gildi fyrir öll x allar rauntölulegar x en við erum að æfa viðlega reglu og núna ætlum við bara að einbytta okkur á þessari hérna fyrst fyrirliðinum í herriliðinni segjum bara 2 það þá hliðraðlausnin við ætlum að finna sérlausn kallum við bara P1 og hún á að uppfylla tvímert pluss 4 sinnum í P1 á að verða x og nú ætlum við að giska við erum að æfa á giskunaraðferð á giskun og þú veist að velta þess aðeins fyrir sér horfa bara á þetta í hvað ef Upsilon P1 lína ef ég deilda x með t til x aftur fæ ég 0 ef ég deilda línleitt vald tvisvar fæ ég 0 þannig að hér ætti að þannig að lína kannski bara ágæt hugmynd á þessu formi hér ax pluss b þess að skoða þetta ef ég deilda þá fæ ég a ef ég deilda aftur þá fæ ég 0 svoleiðis að 4 sinnum ax pluss b þá bara það sem ég að vinna með b-ið hlýtur að vera 0 það engin fasti hér þannig að 4ax eiga að vera x svoleiðis að 4a eiga að vera 1 svoleiðis að a hlýtur að vera í tjörni enter svoleiðis að í P1 jafnt og 1/4 x uppfyllir deildarjöfnuna ef ekki bara tékka á því uppfyllir þessa hérna deildarjöfnu deildum bara aftur í P1 mert 1/4 og í P1 tvímert 0 og
kerfið er í P1 tvímerkt pluss í P1, set inn 0, 0 pluss 4 sinnum í P1, 4 sinnum 1 fjórði og út kemur 1x. Já, fínt, komið. Þannig að þessi er komin. Svo í P1 er x. Alala. 1/4 x. Þá er það hin í P2, finnum hana. Það átti að vera 2 sinnum e í veldinu mínus 2x. Og ná að uppfylla deildefnina í P2 tvímerkt pluss í P2 ómerkt á að vera 2 sinnum e í veldinu mínus 2x. Og já, þá bara fyrir reynslu eða síðan áðan, þá þarf ég að vera viss að þetta sé ekki hluti af grunnlausn, sé hvorugur liður í grunnlausninni. En ég kíki hérna, ekki þessi, ekki þessi. Annars þyrftum við að fara aðeins og áðan, margfaldalausnina hér með x. Þess að ég setja x hérna fyrir framan ágiskuna. Allt í lagi, nú skulum við rýna í þetta. Kannski alltaf verið með svona gráan. P1, gæti það verið e í veldinu mínus x. Ef ég deilda þetta nú, þá fæ ég mínus 2 sinnum þá fæ ég mínus sem sagt 2 sinnum þetta og ég deilda aftur þá er ég komið með mínus 2 og svo aftur mínus 2 er ég komið með 4 sinnum þetta hér. Þannig að ég held að þetta hérna sé allavega góð tilraun. Skrifum þetta þá niður formlega. Giska á að lausnin sé einhver fasti sinnum e í veldinu mínus 2x. Og svo deildum við og fáum mínus 2 sinnum a sinnum e í veldinu mínus 2x. Deildum aftur og fáum 4 a sinnum e í veldinu mínus 2x. Stillum upp kerfinu, verður uppfylla kerfið. Svona. Og upsilon P2 tvímerkt pluss upsilon P2 ómerkt. Setjum inn, þessi kemur fyrstur, það verður þá 4a sinnum e í veldinu mínus 2x. Enginn fyrst afliða og svo pluss þessi 4 sinnum að gefa vitlaust uppskrifa hjá mér. Bíddu nú, þetta er vitlaust uppskrifa. Fjarki. Jó, þetta er rétt fyrir hann. Pluss 4 sinnum ágiskunin. Pluss 4 sinnum ágiskunin er
já, a sinnum e í veldinu mínus 2x. Sko, snöggvast byttum við, deilda aftur, setja inn aðra afleiðu, allir sjálft fjólusinnum, jú, þetta rétt og þetta þá bara tvennt af því sama. Þetta 8a sinnum e í veldinu mínus 2x og þetta á að vera tvisvar sinnum e í veldinu mínus 2x. Tvisvar sinnum e í veldinu mínus 2x. Og nú fyrir við ekki að hafa þetta með formlegt. 8a verður að vera 2. Þannig a í fjórði. Þess að þetta a hérna 1/4. Svona. 3 var að skrifa upp meðlunlausnina og í partikúlar jafnt og IP1 pluss IP2 sem 1/4 af x. Það var það sem kom út úr P1 og svo IP2 það setja a hérna inn 1/4 þá 1/4 af e í veldinu mínus 2x og þá fyrir við kannski að fjórðanleið þetta sem sagt ég að beita þessari reglu sem heitir viðlegðar regla principle of superposition sem þýðir aðeins þetta að ef línulegt kerfi að ræða þá má leggja lausnirnar saman og þá almenna lausnin þá phi það jafnvægislausnin pluss selvlausnin og þetta verður C1 sem e í veldinu mínus í 2x pluss C2 sinnum e í veldinu pluss í 2x það var bara pluss og svo pluss 1/4 x pluss 1/4 e í veldinu mínus 2x og svo getur þetta breytt þessu hér í sínusa og kósinusa ef við viljum. Það má líka segja eða einhver fasti a sinnum kós 2x pluss einhver fasti b sinnum sín 2x pluss 1/4 x pluss 1/4 e í veldinu mínus 2x og þetta